áhorfendur og hvernig góðu dómarar. Frummælandi Almar Steinn Atlason, meðmælandi Magnús Magnússon, stuðningsmaður Ísli Kristján, sjálfur heiti ég Þorkell Lýðsbjörn. Það er rátt, ég er Lýðsbjörn, Steinn Þorvarsson, frummælandi Kjartan Ersson, meðmælandi Árni Þorvarsson og stuðningsmaður Jón Pétur Þorsteinsson. Leikinn af Baldvini Þorvarsson. Fundarstjóri, andmælendur og góðir gestir. Barnagirnd er ást sem fullorðinn maður fyrir garð barns. En ástin er meira en bara stjórnlaus grædda. Þó ég girnist einhvern og þrái að vera með honum, þá er ekki þar með sagt að ég þurfa að brúka liminn til að sýna það ástríðu. Ástríða, girnd, fyrst er eitthvað sem við finnum flest einhvern tímann á lífsleiðinni og eins og þið þekkið öll ráðum við ekki hvernig girnumst. Ástríðu full þráin, eltir sömu allt sitt líf og jafnvel yfir gröfina. Og hún getur á sinn undursamlega hátt skotið sér niður í ykkur þvert á alla skynsemi og alla röksemdir. Girndin getur jafnvel, eins og í okkar umræðu, teygt sig þvert yfir kynslóð og bil. En hversu fyrirsjáanlegt er það ekki að einhver skuli heillast af lífsglöðu barni? Hversu auðvelt væri ekki að rífast af slíku gleðiblómu og vilja eyða með því öllum sínum stundum? Hve þroskandi er það, bæði fyrir barn og eldri mann, að með þeim ríki ást? Öldungurinn öðlast bjarta, tæra sín á lífið og skilur fegur og gleði upp á nýtt. Því engin fegur jafnast ofur fegur æskunnar og engin gleði tekur henni barnslega fram. Barnið getur svo lært af öldungnum og hann deilt með því sínu reynslu fjalli. Allt frá örófi alda hefur þessi göfuga girnd tíðkall milli barns og manns. Hversu ljúft er ekki slíkt samband skuli vera til? Að gefnu tilefni vil ég biðja fundargesti að skilja að barnaníð og barnagirnd er tvennt ólíkt. Barnaníð stjórnast ekki af girnd eða þýst, heldur af úrkynjuðum dróttunar vilja sjúkra manna. Ég skal fyrstur fundargesta fordæma barnaníð. Þessa þörf fyrir óeðlilega dómínurum sem tekin út á svo ógeðfelldan hátt. Barnagirnd stafar hins vegar af einlægri þrá og skulu þessi hugtök ekki hafa þetta saman. Þessi misskilningur hefur skadað marga. Margir fullorðnir, sérstaklega karlmenn, eru hræddir við að bindast börnum tilfinningulegum böndum. Þeir eru hræddir að vera kenndir við barnaníð. Þetta er afskaplega sorglegt, kæru fundargestir. Þetta getur líka haft áhrif á sjálfsmynd barna sem eru mjög viðkvæm fyrir sjálfsmynd. Ofstæki þetta gagnvart kynslóðagirnd hefur haft neikvæð áhrif og er vægast sagt brengluð. Ofstækið efur á sér ranghugmyndir girndina og ýtir heldur undir tíða níðingsverk. Girndin er þó tvennskonar, þótt það sé erfitt fyrir það að skilja það Baldvin, þá er hægt að elska og þrá eitthvað einlæglega án þess að vilja brútali tróða skausa sín minni það. Orðið á götunni er að þú hefur reynt að tróða lim þínum í rassinn á þér sem þú elskar svo heitt. Og miðað við það hvað uppskrúar það ert í öllum fasi, reiknaði með að setja það enn. Hinn æðsta ástríða er þó hin andlega, skilyrðislaus löngun sem þarfnast engra orða en krefst algjörð skilnings, þráin sem liggur í faðmlegum skilur. Sá sem hefur upplegað þess konar girnd veit í sanni að aðrir hlutir blikna í samanburði við tímaleysið. Staður og stund hverfa og hvað er fallegur en að maður og barn geti fundið þessa ástríðu og brúa þannig bilið á milli kynslóðanna, bilið sem þeir reyna að stekka. Þessi girnd þarf að sjálfsögðu ekki vera gróf, ófullkomin og holdleg. Sá sem virkilega girnist og skilur myndi aldrei vilja skaða augasteininn sinn. Og menn með barnagirnd sem aðrir átta sig á því að nauðga er að skaða. Sá sem virkilega þráir og girnist barn vill barninu sem bjartasta framtíð. Hann vill ekki nauðga því. Hvað er börn? Börnin er lífið og framtíð. Elskum framtíðina, látum okkur andum börninu og allir gerðu svo að vera betra að vera til. Þá myndu menn ráða ráðum sínum svo að börnin byggja á góðum heimi í framtíð. Þessir menn hérna vilja það náttúrulega síður en að. Þetta eru menn sem vilja mjólka heiminn og græða í eigin líftíma. Allra síst girnast þeir náið samband með ósportnu brumi framtíðar. Sjáðu bara Baldvin. Þegar hann brosir, minnir ykkur ekki dátt af hreysingar. Þegar þurrfullurinn ætlaði að kaupa hús og þið lítið upp og sjáu þetta bröndótta embættisglott, barnisglottið, á fasteignasalnum, þá hafði verið svikin. Búið ykkur undir að vera svikin á samhátt. Búið ykkur undir falska flugvildaspoppsýningu í boði Garðabæði Greifana. Búið ykkur undir þetta. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Andstæðingar mínir hingað komnir til að tella ykkur trúum að barnagirnd sé á hinu góða. Þeir ætla að færa röð fyrir því að hún hafi ekki neikvæð áhrif á einstaklinga og samfélagið í heild sinni.
En áður en ég held áfram vil ég taka skýrt fram að ég kann afar vel við þessa andstæðinga mína og þykir það synd að þurfa að kalla á andstæðingar. Magnús, ég elska þig. En því miður finnst mér þú hafa misstigið allt svakalega þegar þú tókst afstöðu þína til barnagirndar. Því þeir sem er hafnir barnagirnd ágirnast börnin okkar á sjúklegan hátt, en það er barnagirnd flokkuð sem sjúkdómur í daglegu tali. Þeir ágirnast börnin okkar til þess að uppfylla kynferðislegar þarfir sínar og skilja þau jafnan eftir með líkamlega áverka og andlega mein sem eiga til að fylgja fórnarlömbum til æviloka. Oft ekki þegar fórnarlambið sjálft myndir enda á líf sitt eða áveldum þeirra kynsjúkdóma sem þessir helsjúku aðilar gáðu þeim nánast í vöggugjöf. Þessir einstaklingar eru kallaðir barnanýðingar. En það sem ég alltaf litað sjálfum mig sem sanngjarnan einstakling, mann fólksins ef ég má segja sem svo, það hef ég reynt að setja mig í spor andstæðinga minna og ímynda mér samfélag þar sem barnagirnd er talin eðlileg. En ég get þó ekki og mun aldrei gleyma þeim dauðsföllum sem eru fylgifiskar nýðslu og slæmra meðferðar á börnum. Með öðrum orðum, kynferðisafbrotamenn ganga á stofn mannkynsins. Rétt eins og þegar maðurinn gengur hart af fiskistofnum og stundar veiðar án nokkurra takmarka. Með þessari þróun í draumasamfélag andstæðinga minna yrði gífurleg mannfækkun. Það þyrfti því að grípa til aðgerða áður en það orðið of seint. Það sé ekki afar líklegt að þeir félagar sem hér keppa á móti okkur myndu taka fiskveiði kvóta sem fyrirmynd og gefa út kvóta á börnin okkar. Þeir sem þekkja eitthvað til kvótasetningar vita að samfari henni verið til ný forréttindastétt þegar þessi blessuðu barnanýðingar fá kvótan afhentan. Þeir komast til ótt af því að kvótin sem þeir eiga er einhvers virði og taka því að braska með hann með dollaramerkið í augunum. Barnagirnd hefur því ekki bara neikvæð áhrif á þá sem illa hafnir af henni, heldur hún grundvöllur fyrir nýja skemmt kvótabraska. Það stórið á ég að andstæðingar minni auðvitað. Góður fundarstjóri, ég hugsa hví er ég, svona sannaði Kant sína eigin tilveru. Það hann gat sagt sjálfum sér að hann skynjaði eitthvað í umhverfi sínu, gat aðeins leitt af því að hann væri til. Hugsanir okkar gera okkur að því sem við erum. Barnagirnd er hugsun, hvorki meira, né minna. Sá sem er barnkirtur gerðist börn, en hugsun er líka bara hugsun. Að halda því fram að eftir hugsun komi verknaður er fásinna, það ég gerðist þýðir ekki ég geri. Tökum Kjartan Hreinsson sem dæmi. Í þessi dæmi gerðist Kjartan Hreinsson konur. Það mun aldrei snerta þær eða ná almennilegum tengslu við þær, það er alltaf standa á hliðarlínunni meðan kúlvinur hans er að fá sér að ríða. Það að Kjartan gerðist konur þýðir ekki að hann fari við þeirra Ólífer, láti smjörsýru í glasi og gelminn sem hann er hrifinn af, taka síðan heim meðvitunarlausa og ríður henni. Hugsanir okkar eru heilar og þær tilheyra engum nema okkur sjálf. Það að vera á móti barnagirnd sem er auðvitað ekkert annað en hugsun er ráðast á sjálfsögum mannréttindi, sem er rétturinn til að hugsa. Alveg eins og ég fyrirlít það sem þið eruð, gerið og hugsið, þá mun ég verja réttin ykkar til þess að vera til dauðadags. Það er engin réttin á því að taka þessi mannréttindi frá mér, morðingjum, nauðgurum og þeim sem þjást af barnagirnd. Hugsanir meiða ekki né særa, aðeins verknaður og gjörðir hafa þennan hæfileika. Svo ætla ég að þakka Kjartani Hreinssyni fyrir það að sýna öllum í MH að hann er meinlausasti maður sem til í heiminum. Takk. Kjartan, það er alveg rétt að barnanýð er ógeðsleg og sjúk, en við erum ekki að tala um barnanýðina, við erum að tala um barnagirnd. Það er ekki það sama. Kjartan, eftir slakur, getur ekki einhvern haldið ræðan það sem minnast á kvótan. Ég get ekki annað en vísbátt. Kjartan, fyndið að minnast á nýja sjett auðmála. Er pabbi þinn ekki alveg eitt ríkasti maður landsins? Lokum. Andstæðingar mínir munu því í kvöld slást í för við katólsku kirkjunni, nasistum, fastum og öllum þeim sem hafa reynt að bæla niður mannsókn. Ef þið leyfið þeim að komast til valda, það verður ekkert eftir nema stóri bróðir, ráðuneyti friðar, sannleiks, ástar og ofgnægtar. Ef þið viljið mynd af þeim heimi sem þið kjósið þær yfir ykkur, ímyndið ykkur skó að stíga á mannlega ásjón að eilífu. Fundarstjóri, ég er brjálaður. Ekki bara því ég þurfti að skrifa 4 ræður barnagirnd rétt áðan,
heldur talar Maggi svo óendanlega óskipt að í hádeginu skrifaði ég fyrst 4 ræður beinagrind. Og svo, þegar ég fattaði að það var ekki beinagrind, þá skrifaði ég aðrar 4 ræður bjarnagrind. En svo talaði ég Inga Kristján sem talar eðlilega og þá fattaði ég umræðinni var barnagrind. Í ljósi þess að Michael Jackson var saklaus, en það var umræðinni, og svo loksins þetta umræðinni var bara barnagrind, þá náði ég að byrja að skrifa. En samt, barnagrind. Oj! Við getum öll verið saman að misnotabarn og kynferðislegan hátt slæm og viðbjóðsleg. Rétt eins og hárið á Magga. Það verður oft hræðilegar afleiðingar í för með sér og getur eyðilagt líf barnsins að verða gríðast. Rétt eins og hárið hans Magga. Það viðtal snýst þó ekki barnamisnotkun, né hárið hans Magga. Og ég gef mér fulla grein fyrir því. Þvert á móti snýst það orsakir barnamisnotkunar. Þennan sjúka hugsunarhátt sem býr í brjósti barnaníka og veldur því að milljónir barna verða fyrir því aðkasti á ári hverju. Við erum að tala barnagirnd, þangagang sem vægast sagt ógeðslu. Rétt eins og hárið á Magga. Það eitt og sér að hugsa barn og kynferðishátt vægast sagt ógeðslegt, eins og hárið hans Magga. Hverju fyrir þennan ógeðslega þangagang það ekki börn misnotuð. Það segir sig sjálft, ef enginn vill misnota börn, mun enginn misnota börn. Rétt eins og ef enginn vill strjúka í gegnum hárið á Magga, mun enginn strjúka í gegnum hárið á Magga. Það ógeðslegt. Það sem greinir okkur tæknilega sem heilbrigðafólki frá mönnum eins og Steingrími Njálssyni og gömlu konunni sem býr við hliðina á mér. Annars vegar hugsunarhátturinn sjálfur, barnagirndin, og annars vegar hvort þeim takist að bæla niður þessar tilfinningar sem berjast innan þeim. Ég geri mig grein fyrir því að hugsunarhátturinn einn og sér sé ekki ólöglegur og kannski okkur afstæðan hátur réttlætanlegur, en fuck me sideways, hann ógeðslegur, sjúkur og viðbjóðslega siðurlaus. Rétt þess að hárið hans Magga. Almar, þú talaði mikið ást, en síðan hvernig girnd ást? Vissirðu að losti einn af 7 dauða syndunum? Almar, ég heillast mjög mikið að litlum ánægðum börnum, en ég girnist þau ekki. Þetta eru 2 mismunandi sagnorð. Það lærði ég í íslensku 100. Maggi, Kjartan sagði ekkert nýja stétt auðmanna. Hann talaði nýja stétt kvótafrakskara. Almar, það geti ekki allir verið gorgeous. Góðir gestir, hugsið ykkur nú orsakir slæmra hluta hlýta að líka vera slæmar vegna þeirra einföldu ástæðu að þær orsaka viðbjóð. Það er vonlaust og vesalt að nokkrir menn mæti hér upp og mæli með þessu. Barnagirnd ekki nema bensín á vél barnaníðingsins. Og viljum við að svo vél sé í gangi og meðan börnin okkar að hlaupa út á götu? Auðvitað ekki, vegna þess að þetta er súrt og yfirgengilega ógeðslegt. Rétt eins og Danmörk.